Afmælisbarn gærdagsins, Páll Óskar Hjálmtýsson og þá mætir þú til mín og já, það vill svo til að Palli er náttúrulega línu hjá mér. Sæll og blessaður. Já, hæ. Og til hamingju með daginn í gær. Takk fyrir mig. Ég er ennþá í heilu lagi. Já, vonum við. En það er brjálega að gera hjá þér alltaf og já, sumir segja nýtt lag sem þú ert að gefa út frá þér í dag, talaðu sumarsmell. Ég allavega er í skíunum með þetta lag, sko. Og hvernig fólk bregst síðan við því, ég get ekki stjórna viðbrögum fólks, en ég alveg elska þetta lag, sko. En þú ert að prófa eitthvað alveg nýtt núna. Nú ert að vinna með allt öðrum aðlum heldur en þú kannski hefur að vinna með áður. Sko, Stop It Go, strákunir, sem að margir kannast við, sko, fyrir að vera dúndra frá sér, hittur alveg bara í árafjöld og gert rosalega mikið fyrir Frikadór og Glói og Steinda Junior og alla, að þeir sko höfðu samband við mig fyrir svona 1,5 ári síðan eða 2 ári síðan og við hittumst og tókum fund og tölum músík, sko. Svo einhvern veginn kom bara aldrei lagið sem passaði fyrir mig, ekki fyrir en núna. Ok. Og við náðum að klára þetta í nótt, sko. Þetta var bara eins og að vera á fæðingardeildinni. Ég var rosa dóni við fólki sem var að snæða með mér kvöldmatt. Ég lá bara í símanum og ég lá í símanum og var eiginlega ekkert á staðanum. Ég var bara í stúdíónu, þú veist. Og þetta, svona vinna fúkar, þannig að þetta er alveg eins og að vera á fæðingardild, skilu. Ef ég myndi reykja sígarettu þá hefði ég reykt, þú veist, 4 pakka á 4 tímum í gær. Já, það er nú ekki lítið vel út. Það fyrir mér ekkert voðalega vel. En þetta hefnaði, Guði sé lof. Já, nákvæmlega. Og þú, þetta lag á íslensku? Já, bara allavega eins og allt sem ég geri. Ég er að vinna plötu núna sem að mun koma út í september og hún er öll á íslensku og í rauninni þá er þetta lag sem við fáum að heyra núna eftir þetta svona eins og upptakturinn eða forsmekkurinn af tónleikunum sem ég ætla að halda í Laugardalshöllinni, 16. september. Já, þú ert í fullum undirbúningi fyrir þá tónleika. Já, það er bara crazy undirbúningur eða á hverjum degi. Núna við erum bæði að ráða starfsfólk í öll horn og handritið við tilbúið á tónleikunum og öll hljóðmyndin er að vera tilbúin líka og þannig að maður leggur nótt í dag, sko, við að búa til svona Beyoncé Madonna show, sko. Af því þetta er eiginlega blanda eins og tónleikar sem þær halda, þú veist, og þessar stóru súperstjörnur hérna út í heimi, að þetta er eiginlega blanda af tónleikum og leikhúsi líka. Já. Og þetta útheimtir alveg gríðarlega flókna hluti, öll grafík, öll vídeó, öll búningaskipti, öll kóreografía, allir dans, sko. Já, Stella Rósinkrans sem kemur að dansa eða ekki með þér. Jú, hún er listrætt stjórnandi yfir tónleikunum með mér og hún er danshöfundur líka. Já. Og er þetta ferli í rauninni búið að þessi búið að velja dansarana? Já, við erum búin að 16 dansara. Já. Þar af 6 stelpur og 10 stráka. Ok, skemmtilegt. Og rosa falleg orka yfir þeim. Og ég er líka búin að taka ákvörðun að það verður lifandi hljómsveit sem spilar yfir hljóðmyndina sem við erum nú þegar búin að gera. Ok. Og það að hafa lifandi band, sko, trommur, bassa, gítar, hljómborð, þetta stækkar hljóðmyndina. Já, það gerir það. Þú veist, ég meina, þetta eru lifandi tónleikar og bara fólk á það skilu að fá smá live kick, sko. Akkurat. Og þannig að ég ligg bara í þessu og svo, erum við líka undirbúa ímislegt bara
skemmtilegt fyrir þess að tónleika. Ég ætla að taka minn hinsta dans sko og sviðsetja það lag nákvæmlega eins og það var gert í Dublin fyrir 20 árum síðan og úr því ég með live band þá langar mér svo að prófa að taka Ástin dýr Já. sem ég tekið í mörg ára því ég kemur svo sjaldan fram með live bandum. Það er að fá heiðu það með þér? Hvað þýrðu? Sem þú tókst munum? Já, hugmynd, þetta fættist hugmynd, nei. og svo þarf ég að taka ballöðu sirpu líka og ég í rauninni fæ þannig tækifæri til að fara alveg yfir líf mitt alveg frá 1991 til 2017 og en svona tilraunin gengur út af það hvort það sé bara hægt að gera svona tónleikasýningu af þessari stærðargráðu á Íslandi og ég held að svarið sé já. Já, ég held að sé bara einmitt alveg vel hægt og ég meina það eru þó að séu erlendar hljómsveitir að koma hingað til lands að þá eigum við náttúrulega bara svo marga frábæra tónlistumenn hérna heima og ég meina þú náttúrulega búin að vera í uppáhaldi hérna síðan bara ég bara veit ekki hvenær. Já, mitt 25 ár eitthvað. Sko, og ég held að því á Íslandi þá núna í dag þekkingin til staðar og græjurnar til staðar til að halda svona stórtónleika. Algjörlega. Þannig að við verðum bara með sveittamskallan alveg fram í september. Þetta verður skemmtilegt en þetta lag, Einn dans, þú oft með ákveðin svona skilaboði gegnum textana? Já, og svo reyndar það var Ásgeir Orri í Stokkvöld sem kom bara með þessa línu, þetta var bara einn dans og ég sem þetta taka þessa línu og þú spyrja, hvað þetta hér? Út af hvað gengur þetta? Og ég kaus bara að fara þá leiðina að þú getur í rauninni sett hvaða orð sem í staðinn fyrir orðið dans. Skilaboðin boðskapurinn eiginlega sá að þú þarft að vera opinn fyrir öllum litlu kraftaverkunum sem gerast í lífiðinu og það kannski pínu lítill atburður sem kannski skiptir sköpum og breytir öllu þínu lífi til frambúðar. Þannig að prófa að taka út orðið dans og settu inn, þetta var bara eitt augnaráð, þetta var bara eitt samtal eða þetta var bara eitt síntal og lífið svo sannlega breytist en þú þarft að vera opinn fyrir þessu, þú mátt ekki blokkera alla þessa fallegu hluti sem að gerast í kringu þig núna og bjóða velkomin inn og þá bara lífið svolítið mikið beautiful sko. Það góð skilaboð. Þannig að ég rammaði þetta inn bara svona í þessa pælingu að þetta var bara einn dans sem hafði þessar yndislega afleiðingar sko. Algjörlega, við ætlum að fá að heyra lagi Palli og ég segi bara gangið vel með undirbúning tónleikana, við heldum áfram að fylgjast með þér að sjálfsögðu. Alveg og þetta lag komið inn núna á Pállóska.is. Já. Allir geta náð í þetta bara þar og ég var að setja textavídeó inn á YouTube og þetta líka á Facebookinu hjá mig þannig að allir sem vilja nálgast þetta lag þeir geta gert það bara núna. Æðislegt, kæra þakkir og ég segi bara góðan föstudag til þín Palli. Ekki spurning, þetta fössaði maður. Það ekki? Alveg. Það svolítið svoleiðis. Hefur ekki gang. Heyra æðislegt, gaman að heyra í þér. Kekja, þau hefur sagt. Sömuleiðis. Sjá. Já, bye bye.